Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Þau Sesselía Ólafsdóttir og Vilhjálmur B. Bragason mynda saman dúóið Vandræðaskáld. Þau eru bæði menntuð í leiklist og hafa skrifað og sýnt leiksýningar víða land. Mesta athygli hafa þau þó líklega fengið fyrir frumsamin lög og texta sem þau flytja á Facebook, en nýárskveðjuna þeirra sáu yfir 160.000 manns. George Michael dó og Cohen dó, Alan Rickman dó og David Bowie dó, Carrie Fisher dó og mamma hennar dó. 2016 var það ekki nóg, Fidel Castro dó, Gene Wilder dó og prinsinn dó, Muhammad Ali dó og símaskráin dó. Heimtuðum kosningar, rifinn var kjaftið, en kussum samt sömu flokkana. Hvernig hófst ykkar samstarf? Það er góð spurning eða? Mjög góð spurning. Það er orðið dálítið langt síðan eða svona allavega fræjunum að þessu samstarfi var sáð. Að við svona kynnumst í menntaskólanum hérna þegar við vorum nemendur. Þar við svo sem byrjuðum ekkert að vinna saman þá en urðum strax mjög góðir vinir. Og svo vorum við úti, við vorum bæði að læra út í London og fórum hérna og vorum alltaf að hanga saman og svo eitt af þessum skiptum sem við vorum að hanga saman þá vorum við að tala það að við hefum samið lög, hvort í sínu lagi og svo einhvern tímann ákvað við hittast og spila fyrir hvort annað lög og ég dró með mig gítarinn og hann var með píanóið í kjallaranum. Já, það sem ég bjó. Það sem við bjóst. Og svo eiginlega bara atvikast að þannig að við sömdum lag bara á staðnum sem við köllum hættum að photoshoppa fortíðina. Svona alveg hræðilegt lag sem við erum alveg hætt að spila í dag en það var samt sem áður byrjun að þessi samstarfi sem seinna urðu, við byrjum að kalla Vandræðaskáld en hét ekki neitt þá. Og allt er gott sem byrjar illa, eða ekki? Jú, það er nákvæmlega þannig. Það er okkar reynsla hlutunum. Já, þetta var bara svo hræðilegt lag, sko. Þetta var mjög skemmtilegt og við hlógum rosalega mikið þegar við gerum það. En svona, eftir að hyggja þá er það mjög pirrandi. Já, það er mjög endurtekningasamt. Þetta er svona lag sem gekk út að við vorum að ásaka svona sögufrægar, við vorum í raun að bera svona allavega ró upp á sögufrægar persónur úr Íslandssögunni. Að segja að Jónas Hallgrímsson hefði downloadað Klámi og Jón Sigurðsson búið í gámi. Já, og Halldór Laxness hefði verið svona flassari, sko, og þú veist, allavega hluti sem maður er kannski endilega að segja á almannafæri. Nei, nákvæmlega. Og við vorum svona, þetta var svona sjokkfaktor pínu, bara svona rugl. Já. Bara mjög gaman. Nú eru yrkisefni ykkar svolítið frábrugðin svona hefðbundnum lögum. Hvaðan sækið þið innblástur? Bara allstaðar held ég. Við sækjum náttúrulega bæði úr því sem að gerast einhvern veginn í svona hinni almennu umræðu í samfélaginu, svona pólitík og alls konar og svo líka bara svona dálítið mikið hugsuðum við út frá hvaðan við Íslendingar komum út af sýningunni sem að við vorum með fyrir ári síðan, er ekki bara ár? Jú, það má segja að rosa mikið af yrkisefninu samstarfi varð markvissara í kringu það. Við sömdum þess sýningu sem við köllum útför saga ambáttar og skattsvikara, þar sem við vildum meina að það útskýrði íslensku þjóðarsálina. Við varum annars vegar komin af keltneskum og írskum þrælum og svo norskum skattsvikurum hins vegar og þess vegna væri Íslendingar eins og þeir eru. En þó við séum kannski ekki endilega að syngja sömu hlutina og Ed Sheeran og Justin Bieber þá sækjum við bara í það sem okkur dettur í hug eða hverju sinni, hvort sem það er lín eða kóngulær eða bara nefndu það. Það er mjög fjölbreytt. Bara hugðarefni okkar þá stundina. Það var þannig. Nú er samstarfið ykkar svolítið náið reiknaði með. Reiknar aldrei neitt með því að þið séuð bara par? Jú. Það er mjög fyndið að það eru margir sem virðast halda sko að karlmaður og kona get ekki unnið saman á þess að þau séu par eða það séu eitthvað í gangi. Nákvæmlega, en þú veist, ég meina, segðu Hall og Ladda. Þú veist, þeir eru ekki par að mínu viti. Þeir eru reyndar bræður, svo samanburður kannski gengur ekki þó að mér líði oft eins og Sesselía sé bróður minn. Já, við erum bræður, eiginlega, Vandræðaskáld. Þetta er svona bræðralag, Vandræðaskáld. Eiginlega, já. Þið hafa verið að veislustýra og semja leikrit og semja lög. Hvað er framundan?
Hvað ekki framöndan? Við erum áfram að veislustýra, mikið að veislustýra og skemmta og svo erum við að semja draugasöngleik. Já, við erum að semja söngleik, við erum svolítið að þetta svona ný og spennandi áskorun. Það hefur nú ekki verið samið mikið af söngleikum á Íslandi og við ákváðum að svona prófa okkur aðeins áfram og taka þetta upp eitt stig einhvern veginn. Getið þið sagt mér hvaða saga þetta er? Já, það er Mikla bæjar Solveig sem að gerist í Skagafirðinum. Það er, ég veit ekki, hún sé ekki svona önnur frægast á eftir Djáknanum á Myrká. Já, Ég fór í búðin í dag og það var engin kvöld. Mér sama þó ég standi í röð því það er geggjuð útsal í dag en allt mér gengur í hag. Á rauðu ljósi það er allt í lagi. Stundum stöðum mæla sekt ég fæ en það er geggjað veður í dag og allt mér gengur í hag. En skyndilega skellur stormur á. Ég fer út af lendi ofan í gjá en það er geggjað útsýni hér er enginn fyrir mér. Ég fór í hárgreiðslu í dag, hann klippti eyruna. Það var í lagi því hann afslátt mér gaf og það var geggjað special price. Hann var ógó, sætur og næs. Ég tek bensín út allt það fer. Missi eldspýt og það kviknar í mér og það er geggjað en dálítið heitt. Ég er illa brunnin og ég sé ekki neitt. Og þrátt fyrir endalausa jákvæðni sína les Sigríður á sárum sínum, steig niður til heljar og þar sem hún stóð frammi fyrir Kölska sjálfum þá á hún að hafa mælt af vörum. Oh my god, sjáðu þetta útibú frá Lín! Þetta er geggjað sjúbídú. Norðlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi.